Kæru landsmenn nær og fjær, föstudagsþátturinn heilsar ykkur að nýju og í þetta skiptið með nýjum þáttastjórnanda. Ég heiti Oddur Bjarni og Þorkelsson og hlakka til að fá að vera með ykkur ókomna tíð, sjáum til hversu lengi það verður. Og við brytum upp á ýmsum nýjungum, eitthvað nýtt, eitthvað gamalt en ekki hafa neinar áhyggjur. Við komum ekki til með að villast neitt að leið, við rötum alveg. En fyrsta innslagið í kvöld nýtt að nálinni. Í vetur ætlum við að fá til okkar í hverjum þætti einstaklinga til þess að fara yfir svona hvað hefur markvert gerst í vikunni sem leið eða svona undanfarna daga. Og í kvöld þá fáum við til okkar Andrés Vilhjálmsson sem er orkastjóri Kjarnafæðis Norðlenska og svo það hún Indíana Hreinsdóttir sem er kynningafulltrúi og markastjóri hjá Menningafélagi Akureyrar. Verið þið hjartanlega velkomin í sófann til mín. Takk fyrir. Takk fyrir. Til hamingju með þáttinn. Já, þakkaði nú fyrir. Og til hamingju, þið eru fyrstu viðmælendur í fyrsta þættinu mínum. Fyrir ekki bara vel ykkur í sófanum? Jú, bara nokkuð vel sko. Akkurat, ég ánægð með hennar stól. Og þegar við erum búin að koma okkur vel fyrir þá liggur beinast við að spyrja hvað merkilegt í fréttum? Merkilegt í fréttum, þetta var nú svolítið svona, var ekkert svo mikið í fréttum sem slíkt, svona af jákvæðum fréttum kannski, en samt eitthvað. En samt eitthvað, það var alltaf mikið að gerast í kvikmyndalífi á Íslandi, það Leynilögga var nú frumsýnd í vikunni eftir að sjá hana. Og hann ekki aldrei svo hverjum degi sem að nýjar íslenskar kvikmyndir eru frumsýndar. Nei, og svo kannski finnst mér það sem svona mesta fréttin og hefur verið mesta fréttin síðustu vikur hann Valdimar Jóhannsson og myndin Dýrið, svona hans fyrsta mynd í fullri lengd og mér finnst það algjörlega stórkostlegt að hvað var hann í 5. sæti yfir mestu aðsókn í Bandaríkjunum á frumsýningarhelgi. Hvað segir? Og svo þetta framlag Íslands til Óskarsverðlauna. Já. Og búin að hrúa að sér verðlaunum bara allan heim. Já. Og ég ekki alveg viss að Íslendingar séu kannski alveg að kveikja á hvað þetta geggjum mynd. Ég búin að sjá hana tvisvar. Þú búin að sjá hana tvisvar? Já. Ok, þannig að á svona okkar á milli þá hef ég séð hana einu sinni og þú einu sinni. Já. Ok, ég er því ég skammast mín, ég ekki að sjá hana. Já, þú verður að gera eitthvað í því. Ég verð að gera eitthvað í því. Já, af því að þessi mynd, maður þarf að sjá hana í bíó. Og svo líka, það þarna plott sem að þú vilt ekki frétta. Þú verður að sjá hana sem fyrst. Ok, þannig að þá ætla ég ekki að spyrja þig plottið. Nei, ekki gera það. En hún líka betri í annarsinn. Ok. Og örugglega ennþá betri í þriðja. Já, ég nú bara búin að sjá hana einu sinni, en virkilega góð. Já, hún algjör. Náttúrulega sérstaklega gaman fyrir mig líka að sjá hana, en það náttúrulega nú þekki ég umhverfið, þetta nú voru minni heimasveit þar sem þetta tekið þarna í Öxnadal og Hörgárdal. Já, og gaman að sjá það líka. Veitu, Valdimar Jóhanns, hann er frá Svalbarðseyri. Já. Það sem Kjarnafæði nú statt, sko. Akkurat. Þannig að, var ekki bróður hans Helgi Jóhanns eitthvað innviklaður í myndina? Jú, hann líka, en ég kannski ekki alveg hlutlaus. Nei, ok. Valdi bróður minn. Sorry. Hann bróðir? Já, þannig að ég ekstra stolt af þessu, en ég ekki eina sem svona hrifin af þessari mynd, þú veist. Hann bara, eins og ég sagði, sópa þessi velunum allan heim. Sem náttúrulega stórkostlegt, til hamingju með bróðinn. Takk fyrir. En stórkostlegt, þetta vissi ég nú ekki. Þetta var nú ekkert Þetta nú aldrei frétt fyrir mig. Já, en svo langar mig líka, því að Dýrið náttúrulega að slá í gegn, en svo líka hann Birkir Blær. Hann heldur betur líka að gera það gott í Svíþjóð, í Ædolinu. Hann bara að sláða út hvern og fætur öðrum í Svíþjóð. Já. Já, það bara svoleiðis. Hvað hann komin í 10 manna úrslit? Já. Og þátturinn, hann Sindri á Vamos, eða kannski var hann áðan, það klukkan 6, föstudagskvöldinu á Vamos. Og það svo leiðilegt að við getum ekki horft á þetta öll og verið með einhvern veginn. Já. Það algjör synd. Því hann svo, bara aðeins að kíkja einhverja klippur, það litla sem búið að setja á neti. Já. Og hann bara geggjaður þessi strákur, sko. Alveg. Já, hann mjög flottur. En svo eitt annað, Oddur, það vantar húsnæði á Grenivík, sá ég. Það vantar húsnæði á Grenivík? Það vantar húsnæði á Grenivík og það kannski svona sýnir þessa svona uppbyggingu sem hefur átt sér stað á Grenivík. Já, nákvæmlega. Með þetta fjölbreytta atvinnulíf og með sjávarútvegsfyrirtæki á heimsvísu. Já. Besta harðfiskinn í heimi, Eyjabita.
nýsköpun og svo framvegis, þannig að kannski nýsköpun er ekki einungis eitthvað reikvist dæmi. Svo að fara að byggja sko, svo infrastruktúrun með skólakerfi og dvalarheimili og svo framvegis og fara að byggja núna luxushótel. Þannig að það kannski styrkir sko rökum fyrir því að efla Akureyrarflugvöll. Það er ekki nóg að byggja bara hótel. Nei. Við þurfum líka að auka aðgengi fólks að þessum innviðum sko. Akkurat, að fólk þarf að geta auðvitlega sótt þessar dásendir sem við eigum hér norðan heiða og hérna og alla þessa afþreyingu og fleira sem að Já. Þannig að það er bara svoleiðis. Þetta var nú svona helsta sem ég sá fyrir utan kannski kosningamálið mikla í Norðvesturkjördæmi í Borgarnesi. Ég bara... Já, sem sé nú ekki ennþá fyrir endan á. Nei. Það er mitt. Auðvitað þarf alltaf að vera á hreinu í svona kosningum að það þarf að treysta þetta sér pottið, en Jesús hvað ég er meðvirk með Greiði Gaurnum. Ég bara, Ég alveg nú forsíðinu bara fréttablaðinu í gær. Og þegar þú segir Greiði Gaurnum þá ertu að tala um... Tala um manninn sem að bera ábyrgðin á þessu klúri. Akkurat. Já. En hérna, við nennum tala kosningar, það er svo leiðilegt. Nei, það er líka búnar. Já, þú veist, og ég er samt enn í já. sjokki á þessum kosningum sko, að Hildi Jóni hafi verið hafnað og fyrirvændi miðborgar bæjarstjóri hafi komist inn. Ég veit ekki hvort þeirra væri fara að vinna meira fyrir kjördæmið. Við ekki að alltaf ljóst. Nei, við viljum að sjá til með það, hvernig það verður. Já. Ljósapunktarnir eru þó þeir að við fáum þá að njóta krafta Hildi Jónu hér bara í nær samfélaginu áfram, sem er náttúrulega dásamlegt eins og hún er öflug. En svo náttúrulega er eitt í viðbót sem að gerðist núna bara í fyrrinótt sem ég veit að margir hafa hoppað hæð sína yfir. Og byttu? Já, og Grímu. Og það skiptir ekki smá máli í leikhúsinu og í Hofi. Nei, akkurat. Og núna verða til dæmis annað kvöld, laugardagskvöldi, verða tónleikar með Pálma Gunnars, afmælistónleikarnir loksins og fólk þarf ekki að vera með grímu. Nei. Pálmi getur hort framan í þær allar og blikkaðar og þekktar með nafni og andliti og hvaðina. Þetta verður eitthvað. Mikið verður það gaman. Já. En þetta er náttúrulega algjörlega stórkostlega fréttir fyrir okkur öll. Og vonandi auðvitað náttúrulega, svo veist, svo margt sem að fer upp, það kemur niður aftur, þannig að maður segir bara svona... Er á meðan er. Er á meðan er. Já. Og svona, maður fagnar ekkert... Maður fagnar bara, við lifum í núinu. Við skulum vera þar. Já, en njóta þess núna, algjörlega. Akkurat. Og drífa sig á viðburði. Njótum þess meðan að við þurfum ekki að fela okkur en gerum þetta samt allt saman mjög varlega krakkar. Við ætlum ekki að fara tilbaka, er það? Nei. En akkurat. Og það er allt í lagi að vera með grímu ef maður vill það. Ef maður er kvefaður eða ef það er gubbupesti á heimilinu, bara guðan á bænum, verður með grímu, sýndu tillitssemi. Og sömuleiðis ef að einhverjir er að glíma við undirliggjandi sjúkdóma eða þess og treysti ekki alveg nærsamfélaginu í kringum sig, þá er gríman ennþá til, sko. Við getum alveg notað hana, en við þurfum þess ekki. Mikið væri nú gott ef það væri komið til að vera. Ó, guð, já. Þetta er orðið vel þreytt. Andrés, Indiana, hjartans þakkir fyrir að koma til mín í settið og fara yfir þessi helstu mál sem að hafa verið í fréttum. Og takk fyrir komuna. Ég er fyrir bíó. Ég er fyrir bíó að sjá dýrið. Já, gerðu það. Og áfram Birgir. Og áfram Birgir Blær. Að svo mæltu þá gerum við örstutt hlé og sjáumst aftur á eftir.